Herru, ja, hvað segirðu? Hvað ertu með á tíman í yfirvinnu? Ég veit það ekki. Þetta var alveg mjög skemmtilegt fyrir fólki og ég rosa ánægður að koma loksins í Njarðvík og vinna hérna. Ég held ég búinn að vinna hérna í deildinni. Síðan varst leikmaður? Nei, það liggur við. Síðan Georgi hérna skemmtilegi var með okkur hérna fyrir 2010 minni. En hérna, þetta var rosalega mikilvægt sem við vissum og Njarðvík náttúrulega kemur alltaf rosalega grimmir á mót okkur og hérna, það var engin breyting á því í dag. Man sá það bara frá fyrstu mínútu að þeir voru tilbúinir. En við ekki. Við sáum þetta langt frá okkur. Og síðan var þetta bara svona barningu fast með allan leik. Við vorum algjöri klaufar í mörgum atriðum. Áttum að geta svona púlað sigurinn tvisvar sinnum. En einhvern veginn tókst okkur að kasta þér frá. Og Njarðvík náttúrulega nálægt í einu sinni. Þá komum við taka. En náttúrulega að fá 108 stig á okkur. Við fengum 112 og 110 og núna 108 í síðustu 3 útileikjum. Einhver talaði að við verum búin að spara rosalega mikið ferðarkostnað svona að skilja varnarleikinn alltaf eftir heima. En þetta var reyndar í 2 fráleikingum. En mér er sameiginlega allt saman sko nema frábært að ná þessu síðan. Hversu oft sagðirðu við því núna í kvöld? Helvíti, við erum að fara að tapa þessum núna. Nei, ég reyndar gerði það ekki núna sko. Mér fannst einhvern veginn, við bara... Mómentið ykkur? Já, einhvern veginn fannst mér það. Hæfileikarnir voru okkur sko. Við komumst í bónus loksins held ég í annarri framlengingu held ég. Þá fengum við fyrsta skipti 2 vítaskot. Ég veit ekki hvað Njarðvík fékk mörg vítaskot inn í seinni hálfleik og í framlengingunum. Það var óteljandi. Ekki að það sé að væla eitthvað í dómurunum. Við vorum náttúrulega að setla bara fyrir 3 skotum hana á löngum köflum sem kann aldrei góður upp að stýra. Kjartan með risa þrista hérna svona til þess að binda nútin á þetta? Já, og svo náttúrulega varnarmúin hjá hann hinn. Tók dýr framköst og stal dýrmætu bolta. Þetta er akkurat sem Kjarri getur gert fyrir okkur. Hann býr til play. Hann er kannski ekki með bestu hæfileikana á öllum sko, en hann kann leikinn og það eru svoleiðis gæjar sem gefa upp gæðavindu. Þitt gamla lið, hvernig sérðu það fyrir þér í þessu móti? Ef þeir ná að stafla sér og koma svona alltaf grimmir í hvern einasta leik, þá taka þeir fullt af leikum, alveg nákvæmlega eins og þeir gerði í fyrra. En mér skilst að þeir hafi bara gefið þetta frá sér út í Grindavík. Ég sá reyndar ekki þann leik. En ef þessi Bandaríkjamaður áttur að smella í hópinn, þá verður það náttúrulega rosalega erfitt.